Þá komið að síðasta liða dagskrá, það skýrsla bæjarstjóra, til máls tekur bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, hér kemur það helsta úr mínum störfum síðustu 2 vikunar. Miðvikudaginn 22. nóvember skrifaði undir samning við Grófina og ég held að við getum öll verið sammáli hér inni að það mikið gleðiefni. En við þurfum náttúrulega ekki að taka það fram að þar unnið mikið og gott og metnaðarfullt starf sem skiptir máli fyrir samfélagið okkar. Ég átti fund með Pétri Ólafssoni hafnarstjóra vegna aðgerðar áætlun í drögum að nýrri ferðamálastofnun ríkisins sem nær til ársins 2030. Þar settar fram tillögur afnám tollfrelsis skemmtiferðaskipa en það getur haft mikil áhrif á komur og dreifingu skemmtiferðaskipa landið og það skiptir því miklu máli að þetta einstaka atriði náði ekki fram að ganga. Þetta hefur sérstaklega áhrif á smærri skipin sem að koma hingað sem við höfum kannski sérstakan áhuga á að fá. Það sem nýjasti mengunarvarnabúnaðurinn, minniskip, það sem meiri tekjur sem koma af þeim farþegum sem með þeim koma og þetta mál sem ég held að skipta okkur töluvert miklu máli og bara landsbyggðina alla ef við horfum á það þannig. Laugardaginn 25. nóvember þá voru ljósin kveikt á jólatrénu í Ráðhústorgi. Eins og allir vita þá hefur svo breyting orðið á að í stað þess að taka á móti tré frá Randers, vinabæi okkar í Danmörku, þá valið fallegt tré úr bæjarlandinu en áfram sýnum við okkar kæru vinum í Randers vinarþel og verið að undirbúa Randers Lund þar sem verður settur fallegur platti á trjából og þar munum við gróðursetja tré og senda rafræna kveðju til Randers frá Akureyrarbæ og þeir sömuleiðis til okkar. Nú ég átti í síðustu viku fund með fulltrúum frá samtökum ferðaþjónustunnar og þar sem við vorum að ræða málefni ferðaþjónustunnar hér á þessu svæði og svona helstu áskorunir sem við að upplifa. Nú ég tók einnig á móti vöskum hópi eldri borgara sem komu hér við í Ráðhúsinu og bauðum upp á kaffi og lagtertu. En þau voru í gönguferð sem hluti af verkefninu Virk Efri ár. Og það var alveg sérstaklega gaman að taka á móti þessum hópi sem að sjálfsögðu var ekki skoðanalaus og það var mikið spjallað fjárhagsáætlun og fasteignagjöld og ýmislegt fleira sem við kemur sveitarfélaginu. Ég tók þátt í ljósagöngu gegn ofbeldi sem var á vegum Sontaklúbbsins og Sor Optimista en þetta 16 daga átak gegn kynbundnu ofbeldi og ég tók þátt í þessum viðburði fyrra einnig og það var mikill fjöldi sem var þarna sem gekk góðan hring í köldu en fallegu og stiltu veðri. Síðastliðinn föstudag var undirritaður samningur þess efnis að starfsemi Fimleikafélags Akureyrar mun færast undir KA og verður sér deild, Fimleikadeild KA. Þetta mikið fagnaðarefni fyrir bæði félögin og í takti þá íþróttastefnu sem við viljum fylgja, stærri, faglegri og öflugri félög. Og það líka mikið fagnaðarefni að með þessu mun hlutfall drengja og stúlkna hjá KA jafnast enn betur. Á sunnudagskvöld tók ég þátt í aðvendukvöldi í Glerárkirkju og flutti þar hugvekju og það var ánægjulegt að hefja aðvenduna á þessari góðu stund og það var gaman að sjá hversu margir sóttu viðburðin en það var full kirkja. Og það voru ekki að hlusta á mig. Í morgun þau mætti ekki til þess að hlusta á mig. Í morgun tók ég á móti fulltrúum frá Dartmouth háskóla í Bandaríkjunum sem voru að koma hér til þess að undirbúa aðra komu næsta vor
en það mun hópur nemenda koma og vera á námskeiði sem verður í samstarfi við stofnun Vilhjálms Stefánssonar og þau eru hér til þess að undirbúa ferðalagi þar sem áhersla er lögð á norðurslóðamál. Nú þáttu ég fund með Norðurþingi áðan ásamt formanni velferðarráðs Huldu Ölmu Eysteinsdóttur en það hefur verið óskað eftir samstarfi í barnaverndarmálum frá Norðurþingi og öðrum sveitafélögum hér austan við okkur. Nú síðast en ekki síst hafa síðastliðna vikur verið undirlagðar vegna vinnu við fjárhagsáætlun en nú er þeirri vinnu lokið og eiginlegri fjárhagsáætlun vinnu lokið. Eftir er frágangur, innleiðing og eftirfylgni. Þetta er langur tími en hálft árið fer í undirbúning og vinnu við gerð fjárhagsáætlunar. Það eru auðvitað ólík sjónarmið varðandi áherslur milli meiri og minnihluta en munum á endanum þá erum við öll að vinna fyrir Akureyrarflokkinn. Þann flokk sem ætlar að gera allt það besta fyrir sveitafélagið okkar og ég veit og er sannfærð að allir hér inni ætla að vinna fyrir þann flokk. Það er ljóst að Akureyri er samfélag sem býður upp á mikla þjónustu við íbúa sína og við gætum auðveldlega bætt við fleiri íbúum án þess að bæta við miklum kostnaði varðandi þjónustu. Ég segi stundum að okkur vanti 17% fleiri íbúa eða alla þá sem vantar í íbúðurnar sem standa tómar stóran hluta úr árinu. Ég held hins vegar að við megum eins og bæjarfulltrúi Sunna nefndi hér áðan leggja enn meiri áherslu á að fá til okkar nýja atvinnuvegi og styðja ekki síður fyrirtækin okkar sem hér eru fyrir í þróun og nýsköpun. Og þannig mun Akureyri halda áfram að blómstra og verða öflugra samfélag. Ég held að við öll hér inni getum verið stolt af bænum okkar. Það er gott að búa hérna, við erum með mikla þjónustu og svo er þetta gott samfélag og við skulum halda áfram að styðja við það. Takk. Þá er Ásthildur Sturludóttir bæjarstjóri lokið máli sínu. Eftirtaldar fundagerðir eru lagðar fram til kynningar. Það er afgreiðslufundur byggingafulltrúa 23. og 30. nóvember, bæjarráð 23. og 30. nóvember, fræðslu- og lýðheilsuráð 27. nóvember, skipulagsráð 29. nóvember, velferðarráð 22. nóvember og allar þessar fundagerðir má nálgast á heimasíðu bæjarins og þá segi ég fundi slitið 26 mínútur yfir 5. Takk fyrir góðan fund.